sýningu annaðist Karl Óskarsson og með helstu hlutverk fara Tinna Gunnlaugsdóttir, Gunnar Eyjólfsson, Arnar Jónsson og Árni Tryggvason. Áður en sýning myndarinnar hefst sjáum við stuttan þátt sem ber heitið Að filma atómstöðina. Þar ræðir Baldur Hermannsson við Þorstein Jónsson kvikmyndagerðarmann, leikstjóra myndarinnar. Þorsteinn Jónsson er einn þeirra mörgu kvikmyndagerðarmanna sem hafa leitað fanga í skáldverkum Halldórs Laxness og hann réðist ekki á garðinn þar sem hann var lagstur. Hann valdi sér atómstöðina sem fyrirmynd. Hvers vegna atómstöðina, Þorsteinn? Mér fannst það spennandi verkefni. Það eru allar bækur Halldórs Laxness spennandi. Já, en ætli ástæðan hafi ekki verið svo að maður var svolítið að leita upprunans kannski, að leita skýring á því hvers vegna þjóðin var skipt í tvær fylkingar, andstæðar fylkingar þetta mál, herstöðamálið. Það hefur sem sagt ráðið úrslitum þessi skipting þjóðarinnar í tvennt? Nei, ég held að fyrst og fremst er þetta bara að eftir að lesa söguna þá orkaði hann á mig sem heillandi verkefni. Mér fannst ég sá fyrir mér að það er erfitt að gera úr þessu kvikmynd en efnið var svo mikið og það bauð upp á marga möguleika, þess vegna langaði mig til að fást við það. Nú held ég að það sé einmitt reynsla flestra þeirra kvikmyndagerðarmanna sem hafa ráðist í þessi skáldverk Laxness að þeim hefur reynslan ansi torsóttur á köflum og sú spurning hefur óneitanlega vaknað hjá mörgum hvort að skáldverk hans séu í rauninni heppilegt hráefni fyrir kvikmyndagerðarmenn. Hvað finnst þér sjálfum eftir að hafa gert þessa mynd, Atómstöðina? Mér finnst nú ekki neitt benda til þess að hans sögur séu verra efni en annað í kvikmyndir. En staðreyndin er svo að þekktar skáldsögur að þær eru erfiðar að því leyti til að það er náttúrulega búið að segja sögun áður. Og mynd sem gerður eftir sögunni og hún hlýtur að keppa við söguna. Annað líka að í skáldsögu, sama hvaða skáldsögu þú tekur, að þá eru svo margvísleg efni sem hægt er að koma fyrir á nokkur hundruð síðum sem er vonlaust að koma fyrir í einni kvikmynd. Kvikmyndinni þarftu að tína út úr sögunni einhverja ákveðna línu, vinsa úr persónur og atvik, hugsanir, hugmyndir sem verða að fá fókus á kostnað ýmislegs annars sem skáldsagan hefur. Og þetta var auðvitað stórt vandamál í Atómstöðinni að vinsa úr þetta sem passaði inn í þessa kvikmynd eins og hún var hugsuð. Hvað átt að taka? Atómstöðin gerist í heimi þar sem allt er svona í einni ringulreið. Það er verið að fjalla trúmál, listasögu, pólitík og auk þess er vandamálinu stillt upp svona sem einhver heilbrigð sveitamenning annars vegar og hins vegar spillt borgarmenning með stjórnmálamenn í fremstæði flokki og það er svona þjóðernisstefna svolítil. Þarna þurfti náttúrulega að vinsa úr það sem passaði inn í myndina eins og við langaði til að segja söguna. Nú finnst manna einkum sláandi við þessa mynd hvað þú hefur gert þér mikið far það að koma þessum margþætta efnivið til skila, þessum margþætta efnivið sem þú varst að lýsa og það vaknar hjá manni sú spurning hvort að þér hafi ekki fundist þú í rauninni vera ansi mikið bundin af sögunni, kannski sérstaklega vegna þess að hún er eftir Nóbelsskáld en ekki kannski eftir einn af þessum smærri spámönnum. Jú, vissulega. Það
Það var ákveðið vandamál og sérstaklega í sambandi við það þegar maður vildi bæta einhverju inn í söguna sem ekki var í bókinni að þá fannst maður vera að setja sig kannski svolítið á háan hest að skrifa inn heil atriði inn í þessa bók sem var þetta vel skrifuð og nú einnig það að allt efni myndarinnar yrði eftir á dæmt út frá þeim sjónarhóli. Einmitt þetta gerirðu nú samt sem áður í nokkrum senum að þú skrifar inn í. Já. Og ég held að verði nú alls ekki sagt að þær senur standi hinum nokkuð að baki. Hvar leitaður fanga í orðræður í þeim senum? Ég leitaði í skýrslum sem hafa verið birtar síðan af fundum íslenskra ráðamanna við Bandaríkjamenn og ýmsu efni frá þessum tíma, blaðagreinum, fréttum, útvarpsefni og ýmsu slíku sem... Já, það til dæmis þarna næturfundurinn á heimili búa. Já, hann er sem búinn til, skrifaður eftir á og það er stöðst við einmitt lýsingar af þessum fundum eins og þeir gerðist af vísu fundum sem fóru fram í Washington. Þá hlýtur að vilja sem sagt svo furðulega til að þær senur sem þú skrifa sjálfur, að þær eru sannsögulegri heldur en hinnar. Já, en samt svo undarlegt með atómstöðina, það er eins og það sé svolítið spádómur fólkin í henni, þó hún sé skrifuð 1947, að þá er hintað að atburðum í henni sem gerast seinna. En það vildi þannig til hjá mér að ég fekk tækifæri til að skoða þessa mynd af myndsnældu með enskum texta og eftir að hafa skoðað hana tvisvar sinnum þá sannfærðist ég það að á vissan hátt kemst efni myndarinnar betur til skila á ensku heldur en íslensku og ég fór að velta því fyrir mér hvort það væri hugsanlegt að orðfæri Halldórs Laxness sem óneitanlega mjög sérstakt, svo ekki sem meira sagt, nýtur sín frábærlega í skáldsögum hans. Hvort það hljómi í rauninni ekki of ankannanlega þegar það nota til að byggja upp orðræður eins og í atómstöðinni og er þetta ekki eitt af þessu mörgu sem í rauninni íþyngir kvikmyndagerðarmönnum sem byggja á verkum Laxness? Já, íþyngir og íþyngir ekki. Í kvikmynda þá verður náttúrulega að skapa þér ákveðið orðfæri, tungutak og í þessari mynd þá er ekkert verið að leyna því að það er Halldór Laxness sem skrifar samtölin og þó þau séu mikið unnin, stytt og breytt þá er hans stíl haldið og þó að samtölin séu færið svona nær talmáli má segja heldur en í bókinni og stíliseringin hún er oft ekki annað en svo að hlutirnir eru gerðir einfaldari og hugsanirnar eru skýrari heldur en þær eru í daglegu máli en að þetta hljómi ankannlega ég er ekki sammála því vegna þess að mér finnst það ekki vera neitt skilyrði að í myndum þurfi að vera daglegt mál eða svona mál sem er talað á götunni við erum að þróa tungutak í íslensku kvikmyndum og maður verður varið það í myndum að það tekur mann svolítið tíma að venjast í tungutaki sem er notað í hverju mynd og það er nú ekki nema 10-15 ár síðan manni fannst bara astnarlegt að heyra íslensku yfirleitt talaða í kvikmynd þannig að okkar viðmiðanir eru svo mikið enskan sem er full af frösum og svona standard málklisjum sem ganga aftur og aftur í öllum myndum vegna þess einfaldlega að þetta hefur skilist af öllum sama hvar þeir eru í stétt og hvaða málsvæði þeir eru þó að enskan sé kannski 100 eða jafnvel 1000 tungumál þegar maður fer að bera saman mismunandi hvernig hún er töluð á mismunandi svæðum þannig að málnotkun í kvikmyndum er í raun og veru eitthvað sem þarf að þróa og við erum alls ekkert búnir að komast að neinni niðurstöðu í því hvernig á að nota íslenskt mál í kvikmyndum.
Eitt af því sem við erum náttúrulega líka að þróa í kvikmyndum persónusköpun og það vakti athygli mín að í þessari mynd verður hlutur búa, finnst mér, miklu viðameiri heldur en maður átti von á og hugsanlega hlutur uglu minni. Það eins og þú hafir lagt meiri áherslu á persónusköpun búa. Hreif hann þig meira heldur en ugla? Já, ég get ekki neitað því. Og það eitt af vandamálunum við í handritinu að þessari mynd að ugla sem aðalpersónan allstaðar stödd, allstaðar að fylgjast með og öðru fólki og bregðast við því sem það gerir, að þetta ákveðið vandamál að nota slíka aðalpersónu. Það rann ekki fyrir mér fyrir nóg seint, fyrir en að tökur voru byrjaðar, að í raun og veru hefði Búi átt að vera aðalpersónan í myndinni eins og hún var hugsuð. Í Búa eru þessi dramatísku átök sem myndin snýst í einni persónu. Ugla aðeins fulltrúi þögullar hlédrægrar þjóðar sem gerir afskaplega lítið í málinu. Og þess vegna reiknaði með að Búi hafi fengið meiri athygli kannski, þannig séð sem persóna. Og tókst afskaplega vel til. Já, tókst afskaplega vel til að mínu dómi, því að sérstaklega þegar samvinna okkar Gunnars Eyjólfssonar byrjaði að móta hana, þá kom Gunnar með ákveðna hluti sem ekki hefði hvarflað mér og reyndust afskaplega giftuð drjúgir í sambandi við hans persónu, eins og þetta að gera Búa hálfgerðan freistara. Það vakti manni var þegar myndin var frumsýnd talsverða athygli og jafnvel umtal að þetta andrúm hermangs og spillingar sem svo ríkt í bókinni, að það engu líkar heldur en að þú hefur verið ásettur á því reynt að tóna þetta svolítið niður í myndinni. Já. Hvers vegna valdir þú þá leið? Já, það ekki verið að moralisera neitt í myndinni, það ekki verið að lýsa fólki sem góðu eða vondu og mér fannst þetta einfaldlega að draga athyglina frá aðalmálinu, þessu landsfjölu máli. En ertu það ekki að vissan hátt að bregðast í rauninni aðal tilgangi sögunar? Jú, ég tók ekki að mér að koma henni á framfæri. Myndin snýst aðra hluti og í þróun handritsins þá kom þetta mjög skýrt fram. Þá var 100.000 naglbítar og guðirnir, stórar persónur og allt það tilstand sem þeim fylgdi og spilling. Nú, eftir því sem vinnan að handritinu þokkaðist áleiðis að þá hvarf bítar algjörlega og guðirnir fóru svona hálfpartinn út í horn og það sem eftirstendur af þeim það sem við kemur nýjum hugmyndum í skáldskap og músík og slíku. En öll þessi atriði með spilta heildsala og hermang og allt það fannst mér bara einfaldlega skyggja á aðalatriði í sögunni. Við komum inn á það hérna fyrr að bókin skrifuð 47 en á vissan hátt spásögn því að herinn kemur ekki fyrr en síðar. Mér hefur fundist þessi mynd á vissan hátt spásögn einnig því að eftir að hún kemur, eftir að hún sýnd, að þá eins og þessir undirstraumar með þjóðinni gegn hersetunni hafi komið nær yfirborðinu. Heldur að myndin hafi hugsanlega átt einhvern þátt í því? Ég efast það. Ég hef nú ekki trúið því að myndir svona hafi afgerandi áhrif í sambandi við skoðanamótun. Það að minnsta kosti þessi mynd fyrst og fremst hugsuð þannig að í henni ákveðin virðing við skoðanir áhorfenda. Það ekki verið að tróða fram ákveðnum skoðunum, þetta ekki áróðsmynd fyrir ákveðnum skoðunum. Miklu fremur hún sett fram sem efni sem áhorfandi getur þá notað til þess að styrkja sína skoðun eða þá að endurmeta sína skoðunir. En einmitt við það að þú
að þú dregur úr þessum pólitíska straumþunga í sem sagt, sem í bókinni, þá kemur sjálf ástarsagan miklu betur fram í dagsljósið. Það er að segja ástin milli búa og stúlkunar. Já. Og mér fannst einmitt langfallegasta senan í myndinni vera þeirra lokasena þegar líður að sögulokum. Já. Hefur þér fundist það sjálfum? Já, mér finnst sko best hefnaði kafli myndarinnar þarna eftir að Ugla kemur úr sveitinni, þar sem hún kemur í bæinn og óeirðirnar eru í fullum gangi og hún hringir í búa og það sem kemur þar í framhald af því, það finnst mér vera afskaplega vel heppnað. Kannski sérstaklega vegna þess að þar eru notaðir mjög einfald ráð til þess að segja stóra sögu. Og virka. Komdu sæll. Komdu blessuð. Mig langaði að hitta hann föður þinn. Hann er heima að smíða kirkjuna sína. Greyið litla.
Þeir segja fyrir sunnan þarfinn að þú trúir á útigangsross. Þeir komast einkennilega orðið fyrir sunnan. Og samt byggirðu kirkju með eigin höndum. Okkur mömmu finnst hann eða átt að gera klósett áður en að risti kirkju. Jörðin besta klósettið. Og yfir Guð þarf að byggja eins og önnur húsdýr. Ég held við ættum að láta þetta hundheiðna alþingi leggja fram fé, þó ekki væri nema fyrir þaki. Hvernig lítist þér á að koma suður til Reykjavíkur? Suður? Miðjar vorannir. Mér datt þetta svona í hug. Ugla verið velkomin til okkar, í vist. Gjörðu svo vel. Við höfum lengi langað til að fara suður og læra á orgel. Og hvað heldur að pabbi þinn segja um það? Einhver verður að spila í kirkjuna hans þegar hún verður tilbúin. Annars ég komin til að láta ykkur vita af fundunum í kvöld. Erlent stórveldi hefur fengið valdamikla menn til að koma þess í kring á bak við tjöldin. Og hvaða aðferðum beita þeir? Rússadyndill! Þá sem ekki er hægt að hræða til hlýni með rússagrílu, kaupa þeir með umboðum og mútum. Og áður en við vitum af, verður búið að selja landið undan fótum okkar og breyta því í erlenda herstöð. Góðir fundarmenn, nú þegar þjóðin hefur endurheimt sjálfstæði sitt, bjóðast okkur tækifæri til að losna úr fjötrum aldagamallar fátæktar. En við lifum á viðsjárverðum tímum. Fjandsamleg stórveldi togast á völdin í heiminum og lítil, vopnlaus þjóð verður að beita raunsæi til að halda velli. Á slíkum tímum verðum við að standa saman sem einn maður. Þá er hættulegt að sá með þjóðinni tortryggni gagnvart forystumönnum hennar. Með samstöðu höfum við aftur orðið frjáls þjóð í frjálsu landi. Og það er ekki síst að þakka þjóðskáldinu okkar sem ólst upp hér í þessari blómlegu sveit og kenndi okkur að sjá fegurð Íslands. Hver trúir því hér að ríkisstjórnin ætli að stofna sjálfstæði þjóðarinnar í voða? Ég hef verið í mörgum söfnunum, en hvergi fengi fulla fyrirgefningu synda minna fyrir í Fíladelfíu söfnunum. Hvaða syndir voru það? Ég var alveg voðaleg manneskja. Ég hef hvað synd. Enginn er laus við synd. Ég skal biðja fyrir þér. Takk fyrir.
Jæja. Var ekki samið að herinn færi að stríðinu loknu? Að þeirra dómi ríkir enn hættu ástand. Og þar sem við höfum ekki eigin hervarnir þetta talið nauðsynlegt. Hvaða hlutur ekki á þessu stöðu að gegna? Og hún verður hlekkur í varnarkerfi vestrænna þjóða. Flugvöllur, kafbátalægi. Má ég spyrja forsætisráðherrann, hvaða gagn höfum við Íslendingar af þessu? Við höfum andskotan ekkert gagn af því. Við skulum ekki gleyma því að við eignumst flugvöllin þegar stríðshættan er liðin hjá. Fullkominn alþjóðlegan flugvöll. Verða þeir með atómsprengjur? Nei. Það held ég ekki. Annars er ekki venjan að ræða slíkt af skiljanlegum ástæðum. Þeir reisa stöðuna hvort sem við viljum eða ekki. Ef við mótmælum, gerum við það að ofbeldismönnum í augum heimsins. Hér hafið aldrei verið að heiman fyrr. Ég var vetur í kvennaskóla fyrir norðan. Þeir eru ekki alveg laus við menntunarsvip. Ég þoli ekki menntunarsvip á kvenfólki. Lítið er á mig. Ég er stúdent en það sér enginn. Má ég sjá hárið á þér, elskan mín? Haldið þér að ég sé lúsug? Einu sinni flutti stúlka lúsin í húsið. Nú? Hún fékk hana sjómanni. Mér leið verið þér farin að vera með karlmönnum. Náttúrulega kemur ekki við hvernig stúlkuna mín að lifa á nóttunni, en húsins vegna skil ég þér. Húsins vegna? Kavaljerar eru misjafnir. Einmitt það. Hvaða skoðanir hafið þér? Skoðanir? Ég? Öngvar. Við vonum að þér endið ekki í sellu. Í sellu? Þegar ég var á yðaraldri var engin stúlka í meiri hætta en ég. Faðir minn átti verslanir, dagblöð og togara. Ég gat allt og mátt allt. Ég gat meira að sé orðið kommunisti. En engin heiðarleg kona sér eftir því að eiga sín börn í stað þess að fara út í svínari. Varið þurfa að verða ekki kommunisti. Ég ætla að verða organisti. Það verður miðilsfundur hér í húsinu í kvöld. Ég ætla að biðja þér að taka á móti fólkinu. Vonandi tekst okkur að kreista aura út úr alþingi í kirkjunars pabbennar. Svo vindarnir geti sungið messu í dalnum þegar allt er komið í auðn. Ég er að hugsa að læra á kirkjuorgeli, þess vegna kom ég suður. Hún ætlar að læra orgel? Við viljum ekki að dalurinn fari í auðn. Þetta er Dúdú okkar og Bóbó og svo litla það er Dídí. Síðan eigum við eitt stóran sem er út að Þau heita nefnilega Guðný, Þórður, Þórgunnur og Arngrímur. Þórgunnur. Góði Guð, haltu þinni almáttugu verndar hendi við mér og fjölskyldu minni og húsinu okkar og blessaði matinn sem við borðum í þínu nafni. Það er svo sem eftir ykkur þessum norrlendingum að fara að tala við fólk. Er ég ekki fólk? Helvítis andskotans djöfulsins. Og blessaði Jónu matselju. Amen. Á ég að fara inn með þetta? Í Jesú nafni. Og er það þessi sama gamla lúterstrú sem hafa boðið í kirkjunni eitthvað fyrir norðan? Já, ætli það ekki. Ég hef aðeins þekkt einn mann sem las Lúther. Hann var sálfræðingur að skrifa vísindarit klám.
Má ekki bjóða þér kaffi? Láttu mig þetta, mamma mín. Lúther er nefnilega talinn klemnasti rithöfundur heimsbókmenntanna. Aumingja blessu manneskjan. Elskan mín ekki borða þessar skorpur. Þetta er Kleópatra. Hún hefur verið gestur hjá okkur mömmu í 20 ár. Samt þekki ég henni ekki betur en þeir sem hitt hann aðeins eina nótt. Hann segir aldrei satt orð. Hann nefnilega ofar Guði og mönnum. Kannski ég hætti það bara við að spila fyrir lútherskömmin ef hann er vissi tóni. Og spila fyrir sjálfa mig. Hér eru 2 ungir menn sem hafa fundið guðdóminn án milligöngu Lúthers. Þeir eru sínir eigin guðir. Gjörðu svo vel. Hvaða kvenmaður er þetta? Þú sem ert guð átt ekki að spyrja manneskjur. Er Kleópatra orðin góð að leikandunum? Hvernig góð? Hún var slæm, veik. Maður verður aldrei nógu veikur. Mestan neitt sem ég þekki að vera veikur. Einhver mikið veikur. Það vildi ég færi nú loksins að fá krabbameinið. Ég dásam hana. Hvað ætli Kleópatra vilji vera að dandalast með 2 guðum? Hún vill hafa sína 30 menn. Svo lauslátan kvenmann hef ég nú aldrei heyrt getið fyrir. Lauslátar konur er ekki til. Það er hjátrú. Sumar konur sofa 30 sinni hjá einu manni, aðrar 1 sinni hjá 30 mannum. Og sumar sofa alls ekkert hjá. Drottin minn, ég hef alveg gleymt miðilsfundinu. Hvaða miðilsfundi? Má ég fylgja þér heim? Til hvers? Það eru menn á ferli á nóttunni. Þeir nauðga þér. Og ætla þú að berjast fyrir mig? Sem sagt, ég hef engan tíma á daginn. En þú ert velkomin á kvöldin eða snemma á morgnana. Hvað gerir á daginn? Mér dreymir. Á að vera opið. Svo það ert þú. Ég opnaði til að hleypa út pestinni. Ég er víst sein. Það skulum ekki hafa áhyggjur af því. Komdu hingað. Ég ætla að sýna þetta aldrei. Annar heimur. Þau eru komin í samband við sveitungaðinn, þjóðskáldið, sem við sendum í danskan dauða fyrir 100 árum. Og þú hér? Reyndu. Ég hræddi ég hafi ekkert lag á þessu. Sá dómadagsklaufi sem ég er.
Áfram með strákinn. Hvað er stúlkan að vilja hér? Og hvað svona tók hún ekki á móti fólkin eins og ég sagði henni? Og hún er að reyna við drenginn. Hvaða dreng? Þann svarta. Við fengum dásamlega sannanir. Þjóðskáldið okkar og frelsishetjan hefur staðfest allt. Hann óskar þess að jarðneskar leifar sínar verði fluttar frá Danmörku og jarðsettar í íslenskri mold. Ég nenni ekki að rífast við kettlinguna einu sinni enn. Ég held þú vanmetur konurnar okkar Mársæll. Ó, er þetta ekki alveg ljómandi hugmynd? Þið getur ekki verið alvara. Jú. Og ég held meira að segja að þú sem forsætisráðherra ættir að sjá til þess að skáldinu og beinum hans verði holað niður á sómasamlegan hátt. Mér dettur það ekki í hug. Hefurðu eitthvað skárra sem þjóðin getur sameinast um? Gott kvöld. Gott kvöld. Hvað kom fyrir? Er hann meiddur? Það er auðvitað að þú ert ný hér í húsinu. Hann er bara í þessu venjulega ástandi. Pabbi hans sem vinnur lögreglustjórans, þess vegna ferði hann heim. Við látum ekki nokkra landráðamenn afsala sjálfstæði þjóðarinnar á leynifundum. Við krefjumst þess að fá að vita hvað er að gerast. Við krefjumst þjóðaratkvæðagreiðslu. Aldrei atómstöð á Íslandi. Aldrei atómstöð. Aldrei atómstöð. Aldrei atómstöð. Eru þetta kommunistarnir? Lestu ekki blöðin? Ég er nýkomin í bæinn. Að gera hvað? Læra orgel. Ertu kannski nýja stúlka hjá organistan? Já. Sæl. Ég heiti Gunnar. Heyrðu, það má ekki bjóður happdrættismiða? Happdrættismiða fyrir hvað? Fyrir æskulýðshöll. Ef þú ert heppinn þá getur þú kannski ferðast kringum hnöttinn. Hvað ætti ég að vilja kringum hnöttinn? Er þetta forsætisráðherra? Þú veist bara ekki neitt. Íslendingar, góðir Íslendingar. Ég sver við allt sem þjóðvorri er heilagt. Ísland skal ekki verða selt. Aldrei atómstöð á Íslandi! Aldrei atómstöð! Aldrei atómstöð! Aldrei atómstöð! Aldrei atómstöð! Aldrei atómstöð! Aldrei
Í fréttum þetta helst. Fyrstu kjarnorkusprengjunni var varpað í nótt á japönsku. Vill nokkur kaupa happdrættismiða? Gerðist það líkt leyti og 580 Má ég sjá? flugvirki vörpuðu sprengjum á 4 japanskar borgir. Beðið frétt af árangrinum af árásinni, en njósnaflugmenn hafi ekki getað séð neitt fram að þessu vegna ösku og reykskís. Hvar hafið þið fengið þessar sneplelskan mín? Ég hitti mann þarna í látunum í dag. Það hefur verið kommunisti. Láttu mig fá þá. Samgöngur í héraðinu umhverfis Hiroshima og þeim næstu féllast yfir þeim sinn. Ef þið byrjið aftur kommunista áraður hér í húsinu, þá rekið þið þur. Takið diskana fram. Elsku dúlla mín. Það vill til að þú hefur fallegt bros, en hér á það ekki við. Þið er ekki að æsa sig upp, mamma. Kommunismi leggur undir sig heiminn, allir vita það. Drengur minn, það er komin tími til að senda þig á hæli. Ef ég skapaði hann heim sem þú fættir mig í. En ekki til bölvunar. 5 menn fóru nýlega í bifreið. Ég heyri stundum tónlist hérna á herberginu. Ertu að gera gys? Organistinn hlýtur að vera góður kennari. Í skólanu var hann alltaf langt á undan okkur hinum. Hann vandi sig á að sofa á daginn til að þurfa ekki að horfa upp á þetta heimska þjóðfélag. Hann ræktar blóm. Það var gaman. Ég vildi ég ræktaði blóm. Hittir ég eftir að senda honum börnin mín. Heldur að hann geti gert úr þeim menn? Happdrættismiðarnir. Nú. Finnst þér ekki að þú hefði getað búið þetta til sjálf? Jú, ekki get ég neitað því. Ef ég hefði nokkrar blikkdósir, pottlem og kött. Það er einkenni góðra listar að þeim sem ekkert kann finnst hann geta búið það til, ef hann væri nú heimskur. Þið verða að koma strax. Benni mín ætlar að drepa sig. Er það nokkuð nýtt? Hún er með alvara. Það er út um okkur. Atómstríðið er hafið. Borgir þurrkast út og fólki stiknar lifandi. Það er ekki hægt að stöðva atómbombuna. Auðmingja blessu manneskjan. Bíddu, ég kem. Tilfinningarnar láta ekki að stjórn. Rósin rjóð á heiði. Það er búið. Trístram og Ísot eru látin. Og næturgalinn er búinn að missa röddina af því við erum búin að missa eyrað. Eyrað okkur andaðist í Hiroshima og ekkert dugar framar minna en sjálfsmorð. Finnst þér ég ekki öðruvísi en aðrir menn? Sem betur fer eru einhverjir 2 menn eins. Ég hef sár.
Guð og ég er meitt. Ég heyri stundum rödd sem hvíslar. Þú ert ég er þú. Ég get ekki annað en hort brosandi á aðra menn. Ertu ekki hissa? Ertu ekki hrifin af mér? Helvíti ertu skeið. Þú ert Rangeyð. Hvaða vitleysa? Svei mér þá. Mikið afskaplega geturðu verið Rangeyð. Þú hlýtur sjálfur að vera Rangeyður fyrst þú segir það. Ég er ekkert Rangeyð. Ég hef aldrei á ævinni séð neitt Rangeyðara. Ert þetta þú? Ég leysti hestinn frá sláttuvélinn á miðjum túnaslætt og fór á sjóinn. Kannski var það kollun. Hvað er svona hlægilegt við það? Frúin í húsinu vill að ég gæti mín á sjómönnum. En súkkulaði? Takk. Heldur að Benjamin hafi í raun og veru ætlaði að drepa sig? Ætli það. Þeir láta alltaf eins og heimurinn sé að farast. En þeir hafa nú rétt fyrir sér með atómsprengjuna. Það átt erfitt með að sjá fyrir sér húsin brenna eitt og eitt í venjulegri loftárás. En heil borg fyrir einni sprengju. Er þetta þá endalok heimsins? Eða endalok styrjalda. Það geti verið á óttinu þetta hræðilega vopniði til þess að menn þyrfðu ekki að nota það. En þessi atómstöð sem þeir eru að tala um. Hvað ef hún verður reist? Hvað verður þá um okkur? Það veit ég ekki. Ég veit bara það að skipið mitt siglir á morgun. Ertu vön að vera með manni? Ekki manni sem hefur köllun. Hvar voru þér í gærkvöldi? Ég var á fundi. Einmitt það, já. Hvaða mál voru þar á dagskrá með leyfi? Vöggustofa. Hvaða vöggustofa? Það vantar vöggustofu. Hvern vantar vöggustofu? Og hver á að byggja hana? Það opinbera. Það opinbera?
Hvaða skepna það með leyfi? Þið svo blygðunarlaus að segja mér upp í opið geði að þér hafi verið á sellufundi, auglýsaði yfir okkar borði, andspænis þessum 2 saklausu börnum. Já, meira segja að koma fram með kommunista áróður. Segi, elsku Dúlla mín. Það ekki ykkur líkt þessum stjórnmálamönnum að vera alltaf reiðubúnir að taka málstað á móti ykkar stétt? En nú það ég sem segi hingað og ekki lengra. Við sem höfum átt okkar börn eftir guðsómanna lögum ættu nú ekki annað eftir en að fara að kosta ólifna fólk sem vill brjóta hús á börnunum okkar. Nei takk og burt! Á ég að líta svo á ég sé ekki lengur ráðin í húsinu? Elskan mín, við verðum í vandræðum. Hver á að hugsa húsið? Ég get fengið 100 stúlkur sem ekki eru ósvífna framan í mig í mínu húsi. Þessi kvenmaður hefur verið hortug í svörum alltaf síðan hún kom. Ég þola hann ekki. Já, hver það? Gunnar, ég þekki engan Gunnar. Sá kvenmaður ekki lengur hér í húsinu. Sælir. Pabbi segir þú að vera kjur þá til að búið að tala betur við þig. Ósköp gaman að vera svona sætur pappastrákur. Má ég koma með þér á sellufund? Þú erður hittur, geskur. Segju hann á mér að koma á sellufund. Þessir helvítis kommunisti vilja aldrei lofa manni. Þú ert þá ekki að hugsa að verða kommunisti, svona sætur kútur? Þú er ekki leyfið til að segja neitt við mig meðan þú ert hérna í húsinu. Nú segi ég bæði já og nei í húsinu. Því ég er farin. Hef ég borgað þér 100 kall? 200. Svona ángi ætla sér að múta fullorðnu fólki. Við þetta er gaman að vita hvar þú hefur lært það. Þannig að pabbi minn bjóð ekki mútur eða þar. Ég má allt, ég vil sjá allt og reyna allt. Nú má mér sé að vera kommunist ef ég vil. Þannig pabbi segir þú að vera kjur. Bíða. Eftir hverju? Þannig til mamma fer. Fer hvert? Til Ameríku. Farðu ekki. Vertu. Ég skal vera kjur. Mér sýnist uglan okkar eitthvað niðurdregin í dag.
Nei, alls ekki. Pabbi, það er sunnudagur í dag. Þú varst búinn að lofa því að koma í bíltúr. Komdu nú Þórgunnu mín að borða með fólkinu. Var ég búinn að því? Móðir barnsins hefur falið mér að kenna því gott. Ekki ætlaði ég að kenna henni illt. Ég þá ber nýra við að frelsi sálarinnar kemur á Norðurlandi. Vill doktorinn og húsbóndinn ónýti að vilja kona sinna sama dag hún flýgur vegna Norrlendinga. Ég er nú einu sinni þingmaður þessa voðalega fólks. Kjördæmið, ég skilji góða mín. Já, nærða kjördæmi sálarinnar með leyfi, ef ég mætti spyrja. Hvað sé rugla? Hvort heldur hún sálinni sé hollar að matast í borðstofu eða eldhúsi? Ef sálinn býr í maganum. Það er lygimál. Sú sál sem minn blessaði lausnari píndist fyrir býr svei mér ekki í maganum. Aftur á móti á syndin upptök sínar. Og það sem gerist fyrir neðan tind er frá þeim vonda. Þarna daginn á útifundinu var sagt að ríkisstjórnin ætlaði sér að selja landið. Er það satt? Undir atómstöð? Er þér ekki sama pólitík? Ég veit ekki hvað pólitík er. Ég datt bara í hugan faðir minn, kirkjan hans og lækurinn. Hvaða lækur? Kannski veist þú einmitt hvað pólitík er. Lækur. Mín pólitík er austur eða vestur. Og línan milli austurs og vesturs. Það liggur í gegnum land og sjó. En aðalegi í gegnum miðja vitund okkar sjálfra. Ég skilði þetta ekki. Hvernig ættir þú að fara því að skilja austur og vestur, sem er ímyndun? Lækur er veruleiki. En atómstöðu? Ég flýg til útlanda á morgun. Viltu gæta barnanna fyrir mig á meðan? Snáaði háttinn, drengur.
Kiss me once, kiss me twice, kiss me once again. It's been a long, long time. Arngrímur, hvað er hér að vera? Skiptið ekki af þessu, vinan. Guðný, hvert er þetta að fara, barn? Guðný! Hjálp! Hjálp! Hvað gengur á? Þreyttur á svona tegjum. Þarf að skjóta það? Þetta er að myrða mig! Aldrei ef ég ætlaði að myrða hann. Það veit þú ferð ekki að skjóta barnið. Barn. Svo hjá þér. Ertu vitlaus, Arngrímur? Flýtt þér aftur í buxurnar. Þú flögst á mig áðan og ég banni. Versta stíð er að sofa hjá þér. Láttu mig upp í til þín. Er þetta aðferðin ef maður ætlar að sofa hjá kvenmanni? Ég sef hjá þér ef ég vil, með góð eða illa. Má bjóða kaffi? Halló. Halló. Við vorum rétt í þessu uppgöta nýjan snilling. En við skulum vona að fá ekki stærri jarða fyrir Mozart. Akkur er þetta svona hugsi, elskan mín? Húsið fylltist af fólki í gær. Ef það kemur nú aftur í kvöld og heldur áfram að spýja og dúka og brjóta kristall, hvað á ég að taka til bragðs? Ég held að þú væri farinn frá Bú Árland. Nei, því þá. Mér blöskrar að horfa upp á þessa drukknu krakkaskratta. Sjáðu til, Ugla mín. Við hverju býstu? Þessi dekurbörn þau hef ekkert annað að gera en að skemmta sér á meðan þau bíða eftir því að fá upp í hendurnar þar sem að foreldrarnir hafa stolið. Þau eru fædd þjófsnautar. Ég held að væri til nógur kristall í heiminum, handa þeim sem brjóta kristall. Má ég kannski vaða inn til þín blindfull og skjóta blómið þín? Gerðu svo vel. Heldur að það sé rétt að 14 ára stúlku að loka sig inni með manni og koma kannski ólétt út? Sagðirðu 14? Blott áfram tvíheila tala. Það er sagt að börn barna verði lukkumenn. Lít á mig, hér sérðu lukkumann. Var það rangt að móðir mín skildi eiga mig sumarið eftir hún fermdist? Ertu reið við mig?
Sagði ég eitthvað rangt? Já. Ég sé enga ástæðu til að hlífa þessum krakkalíð. Samt óþarfi að segja þið séu þjófar. Ég sagði að þau væru þjófsnautar. Og Búi Árland þjófurinn. Heldur að hann sé eitthvað öðruvís en hinnir? Ég þekki Búi Árland. Þá veistu náttúrulega hver potturinn á pannan í landsölinni? Eða hver leggst gegn því á þingin að fátækt fólk fái vöggustofu fyrir börnin sín? Hvað ert þú eiginlega að gefa í skyn? Þú ert nú það tregasta sem ég hef nokkuð tíma hitt. Mér langar að tala við þig. Hvað? Erum við ekki að tala saman? Af hverju ertu svona við mig? Af hverju heldur þau? Annar maður, kannski? Þetta, alltaf nýr og nýr. Ég hef ekki undan að sofa hjá. Frúin í útlöndum og ég sef hjá Búi Árland. Ugla, ég meinti þetta ekki svona. Ugla, bíddu. Er þetta sá sem þú sefur hjá? Kannski sef ég ekki hjá neinum. Víst gerur það. Akkur lést hann ekki inn? Er ég kannski vön að bjóða mönnum inn til mín á nóttunni? Sú þykist vera heilu. Eins og ég veit ekki að þú lést Arngríminn til henni daginn. Akkur segirðu það? Hann segir það sjálfur. Þú lýgur. Þú verð ekki svona æst. Eins og ég veit ekki hann er aumingi og ekkert að marka það sem hann segir. Er hann ekki dásamlegur? Hver? Guðdómlegur. Hver ætli það sé nema helvítið hann Lingó minn? Þessi sköllótti? Finnst þér hann ekki góðu gæi? Geti drepið hann. Hann er með skalla, en ég sef hjá honum samt. Sef, svaf, mun, sofa. Ertu vitlaus barn? Á þessum aldri? Heyrðu, Hefur heyrt að stelpur hætta að vaksa ef þær eru með manni og snemma? þú ert svo mikið barn, Guðný. Næst því ég sé þennan fjanda, þá skal ég berja hann. Hann drepur þig. Hvert er þetta að fara? Á hermannaball. Svefni barn. Láttu mig kjöra, slepptu mér! Ég trúi því ekki á allir út og komið langt fram á nótt. Ég fer út í þessu fígúruverki. Ef þið langar til að vita það, þá ætla ég að gangi í sjóinn. Til hvers er það þessum kjánalátum? Kallar það kjánalæt að deyja? Þú ert ekki með öllum mjallabarn. Hleyptu mér út! Hvað er að? Get ég nokkuð gert? Ég er alveg kasólétt! Og hann dansaði ekki við mig í allt kvöld. Og hugsaði hvílíkt svín. Fer heim að ballinu með konunni sinni. Já,
var gott þú sagði mér það, Guðný mín. Nú skulum við taka saman ráð okkar. Ég skal í sjóinn. Hvernig var stelpa eins og ég að fara að því að lifa? Krakkarnir hí á mig í skólanum. Það verður hæðst af hennum pappa mínum og Alþingi. Í þínum sporum myndi ég fara til hans pappa þins þegar hann kemur frá útlöndum og segja honum allt. Það ger ég aldrei. Eins og hann pappi þinn hafi ekki ráðið fram úr stærra vandamáli. Og nú skal ég segja þið nokkuð. Ég er nefnilega ólétt sjálf. Er það satt? Geturðu bölvað þér upp á það? Þú ert að narra mig. Nei, Guðný mín. Ég skal segja þér hvað hann pappi þinn gerir ef þú segir honum allt. Hann sendir þig með næstu flugvél vestur haf til hennar mömmu þinnar. Þú verður í Ameríku í 1 eða 2 ár og svo kemur heim aftur. Mestur kvenkostur á Íslandi. Barnið. Eftir 2 ár verða þið búnir að gleyma þessu. Og öllum þykja vænt barnið. Það er sagt að börn barna verði lukkubörn. Ég sem var búin að hlakka svo mikið til að ganga aftur og elta þetta svín. Karlmönnum stendur á sama þó konur drepi sig. Ef nokkuð þá verða þær fegnir. Má ég sofa uppi hjá þér? Því ég er svo slæm á taugum en þú svo sterk. Það hljómar svo miklu betur en orgelkrílið mitt. Ekki hætta. Jú. Ég bið þig, spilaðu fyrir mig. Lofaðu mér að halda áfram verkinu. Ég er með svolítið handa þér. Mér? Hvers vegna? Líkar þér hann ekki? Jú, hann er mjög fallegur. En hvað þá? Hann passar ekki. Ugla. Hvar eru börnin sem ég bað þig fyrir? Ég vonaði sé að skemmta sér. Já, við skulum vona það. Halló? Það er ég. Guðný, ert þetta þú? Þú mátt ekki segja neitt. Ég ætla að strjúka. Strjúka hvern? Ég er trúlofuð. Til hamingju. Við ætlum að gifta okkur í Ameríku á morgun. Flugvélin fer á miðnætti. Og er þér ekkert að vanbúnaði? Nei, nema við vantar tannbursta og náttkjól. Það gerir ekkert til. Má ég kannski spyrja hverjum þú sér trúlofuð, Guðný mín? Það má ég ekki segja. Líði þér vel og þakka þér fyrir í gærkvöld. Þó ég verði 100 ára skal ég aldrei gleyma því. Dóttir þín er lasin út í bæ, númer þeir í sambandi. Hvað er að? Hún var dálítið lasin í gærkvöld og ég held ekki orðin góð. Drukkin? Nei. Hvernig spyrir maður ekki nú til dags? Þegar ég varð að alast upp var ein kerling í öllum bænum sem drakk. Telpunni líður áreiðanlega ekki vel. Í þínum sporum myndi ég reyna að leita hann uppi.
Ég veit að það ekki fallegt að vekja fólk upp miðjar nætur. Það var eins og þú sagðir. Guðný litla leið dálítið illa. Henni líður illa enn. Þú ert trúnaðarmaður hennar. Viltu vera hjá henni í nótt? Guðný. Það er búið, Ugla. Pabbi minn lét mig vera hjá lækni. Nú heyri ég líka sungið móður mín í kví þegar ég er orðin stór. Elsku Guðný mín. Ég vildi ég geti gert eitthvað fyrir þig. Ugla, viltu segja mér ofan úr sveit? Ofan úr sveit? Hvað getur þig langað að heyra ofan úr sveit? Segðu mér að lömbun. Flokkurinn er greinilega á þínu bandi. En hvernig ætlar það að því að koma þessu gegnum þingið? Láttu mig það. Ég vona bara að þú veitir hvað þú ert að gera. This one is there. Hvað kom fyrir? Ekkert. The base will only be for defense purposes, I suppose. Of course. You can count on that, Prime Minister. It is exclusively a defense treaty. Although during wartime, the concepts of defense and attack are hard to define. But here in Iceland, we only talk about a defense treaty and defense forces. Right. Ugla, vilt trefðu mig eitt orð? Ugla, ég var næstum búinn að gleyma því en mér tókst að krýja svorilla fjárupphæð úr þinginu handan að pappa þín vegna kirkjunnar hans. Ríkisstjórnin ætla nefnilega að grafa þjóðskáldið þar í haust. Jæja. Og þú lýkur ekki upp hálsinn á mér. Ég hef frétt að Lúther sé mesti ruddi heims og ég kastaði trúnni. Nei, hver röndóttur. Ég vissi ekki að þú væri Lúthers trúar. Nei, það vissi ég nú reyndar ekki heldur. Ekki beint. Nema ég hef gert mér að reglu að styðja Jesú kallinn á þingi. En er það regla á þingi að vera á móti óskilgetnum börnum? Konurnar okkar vilja hafa skilgetin börn og enga samkeppni. Það er árás og eiginkvennastéttin að hafa vöggustofu. Er ekki mín börn jafn góð og þín börn? Hvað hefur komið fyrir fjallugluna mína? Ég verð að fara. Hvert? Heim, ég er nefnilega ólétt. Þykir þér vænt manninn? Nei, jú. Ég veit það ekki. Þykir honum vænt þig? Ég hef ekki spurt hann. Viljið þið giftast? Get ég nokkuð gert fyrir ykkur? Nú er ég búin að segja þér það sem ég hef ekki einu sinni sagt honum. Ef ég þekki rétt vininn okkar Rauðu, líður ekki á löngu áður en taka málið upp aftur. Ég skal tala við mína menn. Ég lofa þér
Í þessu máli skal ég haga mér eins og innblásin á konu. Óléttri vinnukonu. Konu sem ég hef dáðst að frá fyrstu stund. Það hlýtur að vera eitthvað sem ég get gert fyrir þig. Lofaðu mig bara því að gefa mér aldrei neitt. Heldur láta mig vinna fyrir mér eins og frjáls maður. Þó ég þekki þig. Ég veit ekki hvernig ég á að fara að. Þú ert ekki líkur neinum. Það er ég. Ert þetta þú? Ég ætlaði ekki að þekkja þig. Mér langaði til að sjá dóttur mína. Komdu inn úr dyrunum, maður. Finnurðu hvaða góða af henni lyktin? Börn ilma eins og blóm. Ég hélt að það væri hlandlykt af þeim. Það er af því þú ert svín. Er ég ekki faðir hennar? Nema þú viljið sverja fyrir hana. Þó ég sjái reyndar ekki hvað það kemur málinu við. Nú? Hvað er í fréttum að sunnan? Ekkert. Hvernig gengur að selja landið? Vel? Og atómstöðin? Þeir hamarstöðu undirbúa. Þó Alþingi sé ekki búið að samþykkja neitt. Ugla, við giftum okkur. Ertu vitlaus, maður? Það er hagkvæmt fyrir okkur bæði. Okkur öll. Hagkvæmt? Ég á svolítið af peningum. Ég minnst kosti nóg til þess að við getum komið okkur fyrir. Ég seldi jörðina heima. Ég skil þig ekki. Skilurðu ekki að ég er ekki neitt? Kann ekkert, er ekkert. Er ekki nóg að hafa átt krakka með þeim sem fyrstur bauðst að bæti ekki gráa hana svart með því að giftast honum? Má ég ekki vera hjá þér í nótt? Þú kemur með mér suður. Láttu mig kjöra.
Pabbi, ertu ennþá sömu skoðunar að Guð sé húsdýr? Að útskýra Guð var að hafa öngvan Guð, Nóra mín. Ég held þú vitir ekki á hvað þú trúir, pabbi. Jú, Anna mín. Við trúum á okkar Guð. Það kannski ekki endilega sá sem tíðnefndastur í lesi pressins. Okkar Guð það sem eftir þegar öll Guð hafa verið talinn og sagt, nei, ekki hann, ekki hann. Ekki veit ég hversu margar kirkjur hafa verið reistar í heiminum. En þetta áreiðanlega svo fyrsta sem byggð með glugga yfir altarinu. Fögru hlíðin. Já, fögru hlíðin. Á hvað trúið þið eiginlega? Vina mín, við trúum á landið sem Guð hefur gefið okkur. Og sveitina þar sem fólkið okkar hefur átt heima í 1000 ár. Við trúum á grænu brekkuna þar sem allífið á heima. Í huganum stýrum við hana til allífisbrekkunar. Ég óska þér innilega til hamingju, Glói. Sjáumst þegar þú kemur suður. Guðrún, ég skýri þig í nafni Föðurins, Sonarins og hins heilaga Anda. Almáttugur Guð, Faðir Drottins vors Jesú Krist, styrki þig með náð sinni til eilífs lífs. Friður sé með þér. Amen. Jæja, má ég óska þig til hamingju, Guðrún. Þegar þú kemur, þá komdu til mín. Allt sem þú biður skaltu fá.
Þá þjóðskáldið og stríðsmaður íslensks frelsis aftur heima í dal sínum. Og nú bíðum við aðeins eftir ríkisstjórninni. Halló? Fyrirgeðu að ég skuli síma en ég hef komin. Ugla? Hvar ertu? Á stöðinni. Ég var að vona að þú vissir ykkur að vinnu. Ertu með þá litlu með þér? Nei, hún verður fyrir norðan þá þið búin að koma mig fyrir. Bíddu, ég hjá eftir andartak. Nokkrir óeirðaseggir réðust á Alþingishúsið. Óeirðaseggir? Hvert erum við að fara? Hvað ætlastu fyrir? Ég ætla á skóla. Einhvers það? Ég vil verða eitthvað. Hvorki kauplaus ambátt eins og konur þeirra fátæku. Ég hef keypt madama. Ég get glattið með því að nú þarf enginn að gerast kommunisti sækir vöggustofuleysis. Jæja. Jæja, er það allt og sumt? Þegar ég er orðin flokksvikari þín vegna. Hvað er að frétta af fjölskyldunni? Frúin verður áfram í Ameríku. Svo ég sendi Guðni á klausturskóla í Sviss, kom börnunum fyrir og lokaði húsinu. Viltu gjöra svo vel að hleypa mér út? Og miðja götuna? Já, takk. Má ekki bjóða þær að vera? Nei, takk. Allt hefur mér boðið að vera þegar ég kem norður. They treat us nice, make Trinidad like paradise, drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Cubana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Oh, you vex me, you vex me. Chick-a-chick carry Simona's eyes. Í dag urðu óspettir sitja saman Alþingishúsið. Óeirðaseggir í mannfjöldanum hófu grjótkast á húsið og inn í þingsalinn. Lögreglumenn stóðu í röð fyrir framan Alþingishúsið, vopnaðir kylfum og voru stiltir vel. En svo fór að þeir neyddust til að beita kylfum og hrökk þá múgurinn undan. Varalið lögreglunnar kom út úr Alþingishúsinu til aðstóðar, jókst þá mjög grjótkast á lögregluna og inn glugga Alþingishúsins. Skakkaði lögreglan leikinn með táragasi. Völlurinn tæmdist á svipstundu og fór þaðan margur rauðeigur. Lögreglumenn stóð eftir með gasgrímur sínar og gafst þingmönnum þá tækifæri til að komast á brott.
Ákveðið hefur verið að gera útför þjóðskálds Íslendinga við hátíðlega athöfn á vegum ríkisstjórnarinnar í heimabyggð hans. En eins og kunnugt voru jarðneskar leifar hans fluttar heim. Er nokkuð hlægilegra en peningalaus sveitastelpa sem segist ætla að verða að manni? Allt sem þú biður skaltu fá. Hvaðan eru þessi orð? Hvað viltu að ég geri? Viltu að ég afsali mér öllu og verði aftur fátækur námsmaður? Þú verður alltaf svo sem vaninn hefur gert þig. Og ég svo sem ég er. Ekkert nema þráin eftir að verða eitthvað. Lát ekki borga fyrir sig. Hvað ætti að vera til staður fyrir okkur tvö? Hvaða máli skiptir það? Bráðum verður allur heimurinn eitt villimannaland. Og ég sem hélt að nú væri heimsmenningin að byrja. Að við verðum að byrja að verða menn. Tilraunir virðist hafa farið út þúfur. Er þá kommunismin villimennskan? Það voru ekki mín orð. Aftur á móti mun kapitalismin draga heimsmenninguna í djúpið með sér í fallinu. Sá heimur sem ég hef lifað í er dæmdur. Ég missi einskis þó ég segi skilu við allt. Þitt að ákveða. Segðu hvað þú vilt. Allt sem þú biður skaltu fá. Ef þú fellur fram og tilbiður mig. Móðir mín dáin. Óþarf að segja neitt. Hún var prestsdóttir og vakti flesta nætur í ellinni til að biðja Guð hina kristnu að fyrirgefa sér. Nú hefur náttúran að miskunnsemi leyft henni að deyja. Ég gekk torgið í morgun. Það hefur sem sagt gerst. Við höfum verið svikin. Bjóstu við öðru? Hverju sögðu já? Þeir sögðu flestir já. Líka búið Árland. Líka búið Árland. Annars kom ég til að spyrja þig hann Gunnar. Og hvað skildi þið langa til að vita hann? Hann er nefnilega faðir hennar Guðrúnar litlu. Hann var á torginu í gær að berjast við lögregluna. Og best get ég trúað að honum hafi verið stungið í steinin.
Eins og það sé nú til einhvers að berja lögregluna fyrir það sem ríkisstjórnin gerir. Hvert þetta að fara, góða mín? Ég er að fara að leita að manninu mínum. Hvernig ferðu með blómið þín? Gættu þeirra með þau lifa og brendu þeim fyrir mig þegar þau eru dauð. Það veit ég að yngri brúði hafi verið gefin fallegri blóm. Og komdu ekki aftur hingað, vinan, því ég er að flytja. Hvert ferðu? Sömu leið á blómin. Þú klippur því í haust, það aftur í vor.